Ok, við skulum byrja að fjalla kafla 4.1 í forritum í MATLAB og þessi kafli fjallar teikningar í MATLAB eða gröf. Og áður en við byrjum að fikta, þá skulum við tala nokkur mikilvægar föll sem að snúa þessu. Fyrsta sem við bætum við að við ætlum að skrifa close all núna líka. Við skrifum clear, CLC og close all. Efst í kóðan okkur myndir. Það sem þetta gerir að CLC það sem hreinsar command window, clear command window, svo stendur henni fyrir. Clear það hreinsar workspace eða vinnu breyturýmið hjá okkur. En close all það lokar öllum opnum gluggum. Close lokar síðustu myndinni en ef við segjum close all það lokar öllum myndum. Þannig að það er best að setja það bara á upphafi ef við opnum marga glugga með myndum. Og skipunin til þess að teikna upp mynd eða plotta mynd er bara einfaldlega plott x, y. Það sem að x-gildin það eru gildi sem farið til x-ás og y það eru gildi sem teiknast til y-ás. Þannig ef við myndum setja 1,2 þá myndum við punktin 1,2. En ef við setjum 1, 1, 2, 2 þá fáum við punktin 1. Þessi 1, ef við segjum x, 1, 1 og svo hérna 2 og 3 þá fáum við punktin fyrst 1,2 og svo punktin 1,3. Talnarunnar x og y verða að vera jafn langar eða hafa saman fjölda tölum. Og í þessari einföldustu mynd við lærum síðar allavega alveg í botn að fara að teikna í lok 3. kafla. En í þessari einföldustu mynd þá teiknast einfaldlega bein línustrik á milli punktana. Þannig sem við erum að tala um áðan að við erum með x með gildunum 1, 1 og svo y með gildunum 2 og 3 þá teiknast bara beint blátt línustrik á milli 1, 2 og 1, 3. Og eins og við talaðum hér nánari leiðbeiningu útskýringar að finna í kafla 3.5. Svo er það síðasta fallið sem við ætlum að nota í þessu, það er save as fallið. Og við notum það til þess að vista myndina sem við höfum búið til. Og það hefur á þessu formi hér að við skrifum bara GCF. Þetta stendur fyrir get current figure og við verðum bara alltaf að hafa þetta með í fallinu fyrst. Svo setjum við kommu og svo nafnið með endingunni. Og nafnið það verður að vera lýsandi. Best er að nota svona nokkur veginn sömu reglur nafn á myndina eins og við höfum notað fyrir breyturnar í MATLAB. Ekki byrja á tölum þó það megi svo sem. Notum undirstrikk eða stóra stafi til þess að tákna í staðinn fyrir bíl og við höfum engan bíl í nafninu og enga íslenska stafi. Oftast er það í lagi en það getur stundum verið varsamt. Sérstaklega til dæmis ef við viljum að nota þetta kannski myndin áfram í LaTeX eða eitthvað líka. Þá er best að nota bara þetta sama form og notum við breyturnar. Ending þetta sem við getum valið er ákveðin snið af myndina. Þetta er punktur XXX að við getum sett eitthvað. Og sniðin sem við getum kannski valið PDF, JPG, JPEG eða EPS. JPG og JPEG eru pixlaða myndir en PDF og EPS eru vektormyndir. Og PDF tryggir töluvert betri gæði heldur en á pixluðu myndir. Það er þetta þýsi inn eða zooma á fullu sem að pixlumyndirna bjóðu ekki upp á en eru mjög með endalega zoom og heldur gæði en PDF það eru svona óendalega gæði. Það er grunninn. Ok. Þannig að við erum komið þessi tól hérna og við skulum aðeins kynast þessu hérna. Búum okkur til lítið dæmi. Segjum fólksfjöldi í langt í burtistan hafi verið 140 manns árið 1992 og næstu 6 ára á eftir er fjöldin 149, 135 manns, 142 manns og 137, 122 og síðast 140 manns. Við höfum búið til breytum með þessum tölum og teiknum upp í MATLAB með plottfallinu. Þannig að við skulum hefstanda hérna clear, CLC og close all. Og svo voru gefin árfjöldi og fólksfjöldi, þannig að við segjum bara ár hérna. Það er gefið þetta þegar 1992, 1992, svo næstu 6 ára eftir. Við skrifum það inn. 1995, 1996, 1995, 1997, 1998. Það er fyrsta og næstu 6 ára eftir. Og svo er hérna gefin fólksfjöldi 140, 149, 175 og við rifjum þetta upp. Við getum skrifað margar tölur inn í eina breytu, búið til talna runu, gefin eitt heiti með svona hotklóð með þessum hátt.
búin til næstu bit sem þetta var fjöldi. Fyrst var 140, svo segi ég 149 ég maður rétt. 140, 149, 135, 42, 137, 142 og 137 og 132 og 140 síðast. 132 og 140 síðast. 1, 2, 3, 4. Ok, passar. Runum þetta alveg svo jafn langar, ég var bara að tryggja það. Ok, lokum því. Og við erum teiknað upp með plottfallinu. Þá erum við þessu upp þetta close all, við erum búin að nota það. Plott x og uslun, við erum að bæta því við hérna. Það getur sett plott, ár og fjöldi. Og svo save as. Við skulum bíða með það í bili, en látum þetta duga að teikna upp myndina. Því að bara hafa plott, það bara teikna upp myndina. En save as er til þess að vista myndina í vinnumöppunni hjá okkur. Við byrjum á þessu hérna. Og þá sjáum við hérna þessi mynd hér. Eitthvað. Já, ég átti með þessu hérna. Fyrsta árið er vitlaust hérna, þetta var 1992. Svona. Þetta er öllu eðlilega það sem ég ætti von á. Hérna getur séð að 1992 voru 140 manns, fyrir punkturinn þá 1992,140. Næst kemur punkturinn 1992 og 149, 35, 142, 132 og 140. Og hérna sjáum við þess bein blá línustrikk á milli punktana alla, samleikindi 2 punkta. Ok. Þannig að svona getur séð myndina, við getum stækka gluggan og setja músina yfir að fá við upp punktana. Hægt er að vista myndina líka hér, en best er að gera það bara í kóða, þá yfirskrifast myndin við réttum kóða og yfirskrifast í hvert skipti sem við keyrum kóðan. Nú skulum við byrja á því. Við gerum hérna save as, fallið svona að segja, og svo GCF, við byrjum alltaf því, get current figure, og svo ætlum við að gefa myndin eitthvað nafn og setja endingu. Þannig að setjum hérna bara fólksfjöldi langt í burtistan. Og höfum .pdf, þá fáum við fullgæði. Og þá getum við keyrt það. Þá sjáum við að myndin birtist þetta. Svo birtist þetta í vinnumöppunni pdf-skrá sem heitir fólksfjöldi langt í burtistan. Og það er þá myndin okkar. Og við getum opnað hana. Þá kemur myndin okkar. Hún kemur á pdf-blaði sem er A4-blað. Og ef við setjum hérna inn í LaTeX þá þurfum við bara að trimma hana hérna. Þannig að það passi vel og gerum það bara í LaTeX. Gerum það ekki í öðrum forritum, annars skemmum við myndina. Ok. Og þetta er nokkurn veginn alveg eins, helsti munurinn þá er bara annar titilla, sem bara fínlega. Og hér er bara nokkurn veginn atriði sem við tölum Ok, hér stendur skrifin í MATLAB skriftu þessa raunu hérna 0, 30, 45, 90, 135, 150, 180, 210, 225, 270, 315, 330, 360 og setjum sem inntak inn í sínusfallið. Notið viðeigandi MATLAB sínusfall, þannig að fallið skilji inntaki sem horn í gráðum og teiknum svo sínusinn á lóðréttan hitaás sem falla gráðutalna á lóðréttan hitaás. Ok. Þá skulum bara vista þennan kóða hérna. Fyrsta eða segja bara hvað er þetta fólksfjöldi? En látum hérna .m eða þá bara tökum undir mjög burtu og þá sér MATLAB að setja rétta endingu á .m. Ok. Þá getum við nýja, clear, close all og þetta voru okkur gefum hotn í gráðum, þannig að við skulum miða við það. Skýrum þetta bara gráður og svo 0, 30, 45, 0, 30, 45, næst kemur 90, 135, 150, 90, 135 og 150, svo kemur 180, 210, 225 og 270,
210, 225 og 270, 315, 330 og 360. 315, 330 og síðast 360. Rifjum upp að ef við keyrum hérna góða þá fáum við að prenta hérna út, en ef við setjum semikomið á þá prenta MATLAB ekki út. Og tökum líka eftir hérna hægra megin, MATLAB gefur ykkur viðvörun. Hérna þrítingur segir warning bounce, line 3 add a semicolon after statement to hide the output. Það segir í línu 3, setur semicolon aftast til þess að það sé ekki að birtast í skipan gluggan. Það var nátt við að við viljum oftast hafa svona vald á því, þannig að við prentum með eins og höfum kynst F-print F eða eitthvað álíka. Svo áttum við að teikna þetta upp, eða setja fyrst inn í sínusferli og teikna svo upp. Þannig að við getum sagt hérna sínus sin af grátur. Nei, sin D af grátur. Stoppa þetta andartak til þess að leiða ykkur vonandi átta ykkur á þessu að þetta eru gráður, þá viljum við nota sin D fyrir degrees. Ef þau nota sin D þá hefur ekki fengið þenni niðurstöðu sem áttu von á. Og svo áttu að gera plott og teikna hana upp hérna. Gráður, sínus. Svo áttu við keyrt góðan. Og að fáu upp myndina hérna. Sjá. Svo sem ekki tekið fyrir hérna í leiðbeiningu þetta vistana, en svona myndum við vistana ef við þyrftum þess. GCF, gefin eitthvað nafn og endingu. Svo hérna tekið fram bara að eins og við sáum á myndinni, hún nokkuð gróf. Línustrik, 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 dum. Að ef við þeim vilja fá við, því við vitum það, við þekkjum sínusferli, það lítur nokkuð vel út. Mjúkar hreyfingar, þetta eru ekki mjúkar hreyfingar, þetta er nokkuð hvasst hérna, hornin. Og það var bara sagt hérna að ef við viljum fá nokkuð samfellda tölur þá getum við nota linspace A, B sem býtir jafn munarunnu með A sem fyrsta stakk og B sem er síðasta stakk og býr til 100 stök. Þannig að skoðum það aðeins, búið til 100 stakka telunarunnu sem byrjar 0 og endar pi og teiknum upp sínus á bilinu. Það sem áttu með því er að nýja glugga vistum þetta bara teikna ef að segja grófan sínus það getur næsta verið clear all gráður nei, hérna var talað um 0 til pi, þannig að það er þá ekki gráður þannig að við sköllum þetta bókamál og það tekið fram að linspace var í falli sem við nota A, B ef við segja bara A, B, gerum það bara A, B og A átt að vera 0 og B átt að vera 2 sinnum pi. Það getur því líka að við þurfum að nota margföldarmerki við 2pi, af því þó 2pi þekkt í stærðfræði getur ekki MATLAB þekkt í munnaði, þannig við þurfum að vera mjög skýr í MATLAB og segja nákvæmlega hvað við viljum gera. 2pi. Ok, við þurfum ekki að prenta þetta út, en við getum svo sem sé staðfest okkur hérna 300, þá vitum við hérna það eru 100 double tölur eða 100 tölur. Svo ætlum við að teikna þetta upp. Auðvitað eftir að búið til sínusinn, saman sem sin, og að því hér erum við bómál, þá þurfum við ekki að nota sin D. Nákvæmlega. Bómál sínus. Teiknum. Og sjáum við fá mikið svona mýkri ferill. En að síðast þá vorum við svona hvöss horn. Og munum bara þegar við notum save as þá þurfum við að nota GCF. Svo getum við líka minnist hérna á ein önnur önd að nota help. Þannig að við getum líka hrifið upp hérna help, save as. Þá kemur svona upplýsning hérna. Fullt upplýsingur sem við þurfum ekki að spá mikið í. Save figure og Simulink blokkdiagram. Við þurfum ekki að spá eitthvað Simulink blokkdiagram er. Desired output format. Og hérna bara tekið H er handle to file code fælinum.
En í okkar tilvíkjum þá notum við bara GCF. Hér til dæmis tekið fram. FIG og BMP eru ákveðnar endingar. FIG þetta bara matlabind, það mistur sem matlabind og BPM encapsulated postgres file. En við getum nefnilega gert save as get current figure og skrifa nafni okkar hérna og segja mjúkur notum það sem sinus svo getum við sett til næst þá getum við sett pdf og veitum það það sem við viljum hafa kerum það og vistast myndin hérna mjúkur sinus vistum kóðan og lokum teikna mjúkan sinus. Ok, þetta lýkur þá þessum kafla hluta og takk fyrir í dag.